Hérna módelið orðið nokkurn veginn tilbúið og þessar hvítu skellur sem að sjást hérna eru fylliefni. Því að þó að þetta passi nú nokkuð vel saman, þá er ágætt að setja fylliefni á, bæði hérna á skrokkin og eins á vænginn. Til dæmis, til þess að fá þetta sléttara og fínna. Fylliefni sem ég nota, það heitir Red Devil One Time Spackling og það hefur þann ótvíræða kost að vera rosalega létt og það er mjög gott að pússa það. En gallinn við það er að það tekur dálítið langan tíma að harðna. Þannig að ég þarf nú eiginlega að bíða til morguns með að pússa skrokkinn og vænginn, sem er einmitt næsta skref. En á meðan þá er kannski ekki úr vegi að sýna ykkur dálítið dót sem ég er búinn að fá fyrir módelið. Og fyrst skal nefna þennan mótor. Ég fekk hann á netinu fyrir lítinn pening, eins og sagt er, og hef ákveðnar væntingar til þess að hann verði bara sæmilega góður. Hann var ansi fínn og fallegur þegar ég fekk hann. Síðan pantaði ég frá Slek aukahluti sem þarf í þetta módel. Það er á meðal þennan spinner og 1, 2, 3 dekk sem að fara undir módelið. Þetta þarf ég að fá líka til þess að halda bekkjanum á. Þetta er svona hjólastopp heitir þetta, á að passa akkurat upp á öxlana. Og þeir eru líka með til sölu svona teygjur sem að ég nota þá til þess að halda vagnum á. Þær eru ekstra breiðar, ég kann ekki sé svona breiðar teygjur til sölu hérna. Þannig að þær koma sér vafalaust vel. Síðan er ég búinn að kaupa 2 rúllur af Oracover, stundum kallað Profilm, og með þessu ætla ég að klæða módelið. Ég ætla að hafa það alveg hvítt og síðan nota ég bara einhvers konar límfilmu til þess að skreyta það. Þannig að á morgun pússum við og gerum fínt. Þá ætla ég að fara að pússa og ég nota bara svona, þetta er MDF-kubbur bara, og svo er ég með sandpapir hérna, P80. Það er ágætt að byrja því þegar að maður er búinn að nota þetta spasl hérna, að renna bara með hendinni yfir, vegna þess að hlutar af því geta brotnað af, það sem að situr svona upp úr, og ef maður passa sig ekki, sérstaklega þegar maður er að passa yfir balsa, að þá vil það rúllast undir sandpapirnum og orsaka meiri skaða heldur en maður vil. Og þess vegna er gott að bara renna yfir þetta, reyna að brjóta í burtu þar sem að vill fara strax. Svo rennir maður varlega bara yfir allt til að byrja með, einmitt nákvæmlega sama til þess að höggva niður stykki sem standa upp úr. Svona. Þegar þetta er allt farið, þá getur maður byrjað að pússa. Ég er ekkert hræddur við að setja smá
vinnur í þetta hérna vegna þess að hérna krossviður og hann fer í rauninni ekkert rosalega þegar maður leggur pappírinn svona á hann. En eins og það nú gaman að pússa, þá náttúrulega ennþá meira gaman að horfa á það. Svo ég ætla nú bara að leyfa þessu að ganga dálítið hratt núna. Þá eru allar hliðarnar orðnar eins slittar eins og ég myndi vilja hafa þær. Og maður sér að fylliefni situr hérna í þar sem að samskeytin eru og í þar sem tungurnar koma út. Og nú eina sem eftir að taka brúnirnar. Og ég ætla að nota bara svona smávegis sandpappír til þess og gera þær svona fríhendis. Taka bara skarpustu brúnina af. Ég ætla ekki að rúna þetta neitt sérstaklega mikið. Bara rétt aðeins þannig að það sé ekki skarpt horn. Maður ætti nú reynin að ryksuga þetta, en ryksugan ekki á staðnum, svo það ekki hægt. Það eitt sem við þurfum að skoða, sem við höfum ekki gert ennþá, en talaðum í leiðbeiningunum. Það að rúna hérna örlítið, vegna þess að þegar að vélarhlífin kemur upp á, þá má þetta ekki koma við. Það sér hérna þetta kemur til með að nuddast hérna utan í og eyðileggja vélarhlífina smá tíma. Þannig að við þurfum að rúna hérna svona eins og sentimetri eða svo af þessu, þannig að vélarhlífin sitji laus á. Og það best að gera það með þessari skrýtnu hreyfingu sem ég sýndi ykkur á. Þetta hérna. Ég hef pússuköpinn örlítið skakkan hérna við og renni þessu svona. Þá fær maður svona rúning eins og þennan. Hérna líka.
þá getur maður borið þetta við hérna og þá sér maður að kálingin fer mun betur hérna inni yfir eins og hann á að gera. Þá er skrokkurinn kominn og næst er það bara vængurinn. Aftur sýningur hérna. Sjáðu hér. Hérna eru svona stykki sem að maður getur brotið af og ef maður ekki passa sig þá getur þetta rúllað undir sandpapírnum og gert rispur eða göt. Það er mjög gott að byrja á því að bara fara með hendina á þetta og brjóta af allt sem vill brotna. Svo þarf maður að passa sig náttúrulega að það sé ekkert rusl undir. Renna lauslega með sandpapírnum. Þetta er náttúrulega ennþá meiri hætta hérna þar sem maður er með mjúkan balsam. Leyfa öllum stykkjum að detta í burtu og þá gerir duftið ekki neitt. Hérna koma efri brúnirnar á vængnum saman og ef maður passar sig ekki, ef maður er að pússa hérna megin, þá getur maður pússað of mikið hérna úr þessu. Þannig að það er jafnvel bara betra að vera með lausan pappír og gera þetta með höndunum. Svona, þá er nú pússivinnunni eiginlega alveg lokið og módelið lítur svona út. Þá getum við flett hérna upp á hérna og sagt að skrefi 42 sé þar með lokið. Og þá er nú eiginleg smíði bara búin.